Ok, kæru vinir, ég held að það séu svona 3 ár síðan að ég fekk fyrst áskorun að pröfa að gera absinthe, eða smakka absinthe í einhverju myndbandi. Ég í byrjun leit bara á það sem djók, ég átti aldrei vona að ég myndi actually gera það, en ég þekki fólk sem þekkir fólk, eða ég bý með fólki og ég þekki það, sem að keypti þetta. Já, hún búin að vera í frysti, hún sé mjög köld. Það sé að absinthe, veit ekki frá hvað landi þetta kemur, en þetta er 70%. Þetta er meir og minna þetta klassíska absinthe. Ég hef heyrt mjög mismunandi, ég fór á netið að skoða, mjög lauslega, ég fór ekki í neina doktorsritgerðar vinnu, að þú veist, það er allt maður heyrir svona sögur að eitthvað ofskynjunarefni í absinthe, en mér skilst að það sé ekki á rökum byggt. Kannski þú drekkur mjög mikið af því en engin heil manneskja er að fara að drekka rosalega mikið af þessu. Þú tekur bara skota þessu þá, þetta er basically bara 70% sprit. En já, rétta leiðin sem að mér var rétta leiðin, eins og mér var kennt, hvernig á að drekka þetta, er að maður hellir smá í glas og hellir því leið yfir sykurmola. Og, já, ertu með kveikjara? Takk fyrir. Byrja með. Lyktin er ágæt. Pínu eins og sterk aníslykt. Svolítið eins og já, svona. Ok, en sagt, sykurmólinn dregur aðeins í sig absinthið og núna já, eins og deyfa lýsingröðina, þannig að sjá þess betur. Núna karamelluserast sem sagt sykurmólinn. Þetta tekur smá tíma. Við bara leyfum þess að gerast. Ég kannski flýti fyrir þessum parti myndbandsins og wow. Ég veit ekki hvort það sjáist almennilega en loginn er komin alveg hingað sko út af alla absinthe dropunum þarna. Þannig að já, 70% áfengi brennur apparently. Hollywood lógík í verknaði sem sagt. Og já, ég tjekkaði lauslega á því sem maður heyrt að þetta sé ólöglegt á Íslandi með við það sem ég las og ég náttúrulega segi, ég fór ekki neina doktorsritgerðar lestur þetta en með við það sem ég fann á netinu á huga.is og bland.is umræðuvefjum þá er absinthe ekki ólöglegt á Íslandi, það er bara enginn sem flytur það inn. Partur af því af hverju það er ekki ólöglegt er að það er engin lagaleg skilgreining fyrir nákvæmlega hvað absinthe er. Þú veist, það væri hægt að banna vodka því það er til fræðilega séð því það er til lagaleg skilgreining á nákvæmlega hvað vodka er en það er ekki til nein lagaleg skilgreining á absinthe. Já, ég veit, þetta meikar örugglega get mikið sens ef að þú lest mikið á lögfræði. Ég hef aldrei farið í lögfræði en ég bara svona held ég viti eitthvað hvað ég er að tala en þetta er niðurstaða þess sem að ég gat komið stað með því að googla í svona 2 mínútur. En ok, veit ekki hvort hann þurfa að brenna meira, ég held að núna skelli honum bara voni og bryðja hann niður í glasinu. Ég veið að viðurkenna, ég fatt ekki alveg fyrst þegar ég heyrði þetta. Þú veist, þetta með sykurból, þá hefði ég aldrei þurft að borða hann og síðan drekka þetta en karamellusýringarbruninn eða hvað maður kallar þetta, hann hefur víst mjög jákvæð áhrif á bragðið, þannig að já, þetta er smá fast þetta við. Þannig að þá er bara að skella þessu í sig. Sykurinn situr eftir. Mér finnst þess að ég hafi sniffað þetta heil 10 grömm af amfetamíni. Ekki að ég viti hvernig það en
Get ímyndað mér að sé eins og þetta. Ok, nú er ég að finna sykurinn klöngrast í átnir í maganum. Ok, svo ætlum ég að gera eitt pínulítið samanburðarpróf bara með dropavís að hvernig þetta er með engum sykri og ég get ímyndað mér að það sé ekkert engin sældardrykkur. Þannig að eins og sjáðu bara örfáir dropar og með vatnsglas rétt í bara svona just in case. Og já, þetta er sterkasta áfengi sem að ég hef haft í myndböndunum mínum so far. Ekki sterkasta áfengi ég smakka á ævi það var eitthvað eldgamalt rom sem ég smakkaði hjá vin mínum sem var 71%. Á ekki myndband af því, sorry. En þetta er allavega sterkasta áfengi sem ég er með í hef haft í myndböndunum mjög líklega sem ég mun nokkuð tíma hafa í myndbandi. Ok, ef þú gerir þetta ekki með sykrum, tekur þetta bara svona þá er þetta bara ok, ef þið einhvern þvoðu ykkur hendnar, fáðu ykkur hreinsisprýtt, pröfið að sitja smá í lófanu ykkur og skella því í ykkur, það er örugglega nákvæmlega eins og þetta ekki samt pröfa það er bara jújú, ef þið eru nógu heimsk go for it, bara ekki kenna mér það ok, ég er Jóhann Phoenix og þið voruð að horfa á mig pröfa Absinthe, takk fyrir og like and subscribe. Eitt sem ég vil ítreka er að þetta með sykrinum, það var actually mjög gott. En ég mæli með því. Ég mæli ekki með því að þið hafði aldrei smakkað áfengi á þér en þið þurfið að koma með smá jafn maga fyrir þetta en ef þið þorið, mæli ég með því. Ok, takk fyrir.